Jæja, gott fólk, í þessu fyrsta myndbandi þá kannski ekki eiginlega teiknikennslu að ræða, heldur ætlum að líta yfir tengimyndir, hvernig við tengjum rofa og annað slíkt, því að það hjálpar til við að telja víra í rörum sem jú hluti af teikningu og teikningalestri. Nú, ekki væri gott ef að maður veit ekki hvað á að koma í hverja dós, og þá alveg sama hvað maður væri að gera í raflögnum, í íbúðarhúsum til dæmis, að þá myndum við ekki vita hvað við ættum að draga í hverja dós ef við vitum ekki hvernig á að tengja upp dótið hjá okkur. Á þessari fyrstu mynd hérna þá þetta einfaldasta mynd af tengingum sem við höfum. Það að segja, við höfum bara eitt rofa hérna og eitt ljós. Inn á rofan tengjum við fasan, og frá fasa og frá rofanum tengjum við síðan millilínuna sem kæmi þá inn á ljósið, og frá ljósinu kemur nullið og þar komin hringur hjá okkur og tengingum lokið. Ef við skoðum þessa tengimynd, hvernig það væri sett upp í venjulegri raflagnateikningu, þá höfum við hérna ljós hjá okkur og við höfum líka þennan einfalda rofa, og það sem væri þá þessi rofi hérna sami og rofin hérna uppi í tengimyndinni, og ljósið að sjálfsögðu hérna í raflögninni það sama og hérna í tengimyndinni. Nú, við gætum hugsað okkur það að þetta rör sem væri að koma hérna, að teikna hérna með 3 vírum, að það væri hreinlega að koma bara frá töflu eða grein frá töflu, og það sem væri þá í því röri, að það væri 3 vírar sem væri þá fasi, 0 og jörð. Hann væri dreginn hérna í loftdósina þar sem ljósið væri hjá okkur, og síðan væri dregið frá loftdósinni niður í rofadós 2 vírar, það að segja fasi og millilína. Nú, þetta mjög auðvelt að sjá þetta á tengimyndinni af hverju við drögum hérna niður fasa og millilínu, að ef við skoðum rofan hérna uppi, að þá sjáum við hérna fasa inn á hann annars vegar og millilínu hins vegar. Ef við skoðum þá næstu mynd sem væri þá af samrofalögn, að það nákvæmlega sama uppbygging sem við setjum hérna hjá okkur, að við höfum tengimyndina hérna fyrir ofan, það að segja fasa, samrofa, hlaupara hérna í milli sem kallast þær línur sem fara á milli rofana. Nú, síðan höfum við seinni samrofan, og frá honum höfum við millilínin á ljósið og frá ljósinu í nullið. Samrofalögn notuð til þess að kveikja og slökkva sama ljósið eða fleiri en eitt ljós frá 2 mismunandi stöðum. Nú, ef við berum saman þá tengimyndina hérna fyrir ofan og það sem væri þá raflagnateikning, að það eins hérna, við getum hugsað okkur að þetta sé að koma frá töflu, þetta rör hér, og það sömu víra sem við höfum þarna í þessu, það 3 vírar sem væri þá fasi, 0 og jörð. Nú, á hinum rörunum 2 sem liggja hérna niður í samrofana hjá okkur, að þá höfum við líka í þessu 3 víra og í þessu hérna 3 víra. Nú, sumir gæti þá haldið, finnst að þetta allt merkt með sama vírafjölda, að alltaf ætti að koma fasi, 0 og jörð, en svo þó ekki, því að ef við skoðum eins og áðan rofana hérna niðri og rofana hérna uppi, að þá hef ég merkt þess að rofa 1 hérna og rofa 1 hér, að þá sjáum við að það sem tengt inn á rofan þá fasin og síðan 2 hlauparar. Það þýðir það að þessi 3 vírar hérna sem væri í þessu röri að þessum rofa, að það ekki fasi, 0 og jörð, heldur væri við að draga hérna niður fasa og 2 hlaupara. Nú, í hinum rofanum sem væri þá hérna á móti og merkti númer 2, að það eins þar að við höfum 3 víra þar,
en það er þriðja gerðin af ídrætti sem við höfum í reynd, því að ef við skoðum þennan hérna rofa og þær tengingar sem eru inn á hann, að þá sjáum við að hér höfum við 2 hlaupara og síðan höfum við millilínu sem að kæmi þá inn á ljósið. Þetta þýðir það að í þessum 3 rörum sem að öll hafa 3 víra eru 3 mismunandi gerðir sem að 3 mismunandi litir sem að við höfum á vírunum sem við erum að draga í. Og það er þá væri í þessu hérna væri fasinúl og jörð sem að kæmi frá töflu. Nú í þessu hérna væri þá fasi og 2 hlauparar og hérna hinum megin væri þá 2 hlauparar og millilína. Nú tengingin væri þá hérna í loftadósinni hjá okkur. Við gætum dregið hlauparana heila hérna yfir á milli rofana eins og sýnt er sem hérna á þessari mynd, og síðan væri við að taka fasa hérna niður og síðan væri við að taka millilínu með hinum megin. Nú í þessu tveimur að þá hefur talað að þó maður sýni ekki kannski tengingu hérna á jörðinni sem að væri loftdósinni, en þá drögum við í dag alltaf jörð og í allar ljósadósir og tengladósir hjá okkur. Nú þetta er gert svo við lendum ekki vandræðum seinna, því að ekki er vitað kannski hvernig ljós koma, og ef að ljósin eru með málmumgjörð að þá þarf að jarðbinda það, og í dag eru eiginlega allir tenglar jarðbundnir. Ef við skoðum þá síðustu myndina sem við höfum hérna, að þá erum við með svo kallaða krossrofa lögn, og krossrofi er sem sagt 1 rofi enn sem að kæmi þá alltaf á milli samrofa, og við gætum haft í þessu fleiri en 1 krossrofa, og þá myndu þeir bara raðast hérna á milli í röðinni og síðan væru samrofar 2 til endana. Nú hérna er eins og áður, höfum við fasan inn á þá rofa 1 hérna, síðan höfum við 2 hlaupara og þeir koma þá hérna inn á krossrofan. Nú krossrofin hefur 4 tengingar og það koma þá aðrir 2 hlauparar hérna sem að fara þá inn á samrofa nummer 2 hjá okkur, og síðan för frá samrofanum millilína inn á ljósið og frá ljósinu í núllið. Nú ef við skoðum ögn í þessu að þá höfum við svo sem alveg nákvæmlega sömu tengimynd hérna og við vorum með í samrofa lögninni, nema hvað við erum búin að bæta við hérna einum krossrofa, og í það rör sem við ætlum að hafa krossrofan að þá kæmi hérna 4 vírar sem að væri þá hlaupararnir 4 sem að koma frá sitt hvorum samrofanum. Þannig að hérna höfum við ennþá 3 sem að væri fasinúl og jörð. Hérna hefði við ennþá fasa á 2 hlaupara, í þessu væri þá 2 hlauparar og millilína, og hérna hefði við 4 hlaupara. Eins og ég sagði í upphafinu að þá er þetta kannski ekki hinn eiginlega teiknikennsla, en vonandi, og ég á eftir að svona fylgja þessu eftir á þeim myndböndum sem á eftir koma, að við þurfum að geta lesið út að minnstakosti hvaða víra við ætlum að setja í hverja dós hjá okkur. Nú og þegar við erum að teikna þá þurfum við að geta merkt inn á hvað við ætlumst til þess að það séu margir vírar í hverju röri. Vona að þetta skýri nokkuð þær tengingar eða tengingarmáta sem að við höfum, og endilega sendi mig línu ef að einhvað má betur fara eða einhvað er óljóst í þessu. Í næsta myndbandi ætla ég svo að renna yfir svefnherbergi, bæði hjónaherbergi og barnaherbergi. Takk fyrir.